Sendum Suðurnesjamönnum og landsmönnum öllum okkar bestu óskir gleðileg jól með þökk fyrir viðskiptin á liðnum árum. Hugverktakar Reykjanesbæ. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesjamagasín. Í þessum áramótaþætti ætlum við að sýna ykkur örlítið brot af því sem við höfum verið að fást við á árinu 2021. COVID-19 faraldurinn hefur tekið sinn toll á Suðurnesjum eins og víðar og Sveinbjörg Ólafsdóttir, hjúkrunarfræðingur, segir að þetta sé stærsta og flóknasta verkefni sem hún hefur tekið þátt í. Síðustu vikur hefur hlutfall veirusýktra verið hæst á Suðurnesjum en tíma voru nærri 400 manns í sóttkví. Mestmegnis í tengslum við smit sem komu upp í leikskólum. Við fylgjumst með Sveinbjörgu og samstarfsfólki hennar við störf í sýnatökum í iðnaðarhúsi í Njarðvík og einnig þegar bóluefni kom í hús og fyrstu bólusetningarnar voru á Suðurnesjum 29. desember. Jæja, nú að klæða sig í líða þarna. Það mjög mikilvægt, þetta er dálítið kalt, það opnast og náttúrulega til að verja eitthvað gagnvart veirunni. Þannig það þarf að klæða sig ákveðinn hátt. Eins og þú segir hérna. Daginn. Með stemmingin á ofnum? Bara fín sko. Það er bara æðisleg stemming. Sérstaklega í ljósi þess að við erum bara að byrja að bólusetja líka í dag. Þannig að það er bara merkilegur dagur. Við erum búin að vera að standa í þessu í marga mánuði. Já, alltaf marga mánuði. Alltaf lengi. Það er mjög gott eftir við fórum og færðum okkur að vera innanhús. Það fyrir að vera úti eins og var síðasta vikur. Þó að sé kalt en þá erum við þurr. Og ég er svona smá skuldaskræðan, ég þarf að klæða mig ekstra vel. Því ég er svo nálægt hurðinni. Að skanna allar, en þau eru aðeins innar. Það er eins og ég sé að fara til Grænlands, sko. Hvernig finnst ykkur fólk vera þegar kemur í staðinn? Hefur það... Sumir smá stressaðir. Já. Fyrir að fara í sýnatökuna. En fólk svona oft samt bara þakklátt fyrir sem að sýnir það alveg. Takk fyrir að við sem að standa í þessu. En maður finnur það líka. En manni finnst þetta erfiðast með börnin. Sem litlu að taka úr þeim. En það gengur oftast sem betur fyrir vel. Er þetta viss fjöldi sem þið takið á móti núna? Er búið að undirbúa það eitthvað? Já, við vitum það. Við vitum alltaf hvað koma margir einkenniseintöku. Þannig að við erum að vona núna 42. En aftur á móti í skimuna sem við vorum að gera áðan, þá vitum við ekki fjölda. Þannig að það er oft mjög mismunandi. Það fer eftir bara hvað margir að koma erlendis frá og hvað margir í sóttkví á hverjum tíma. Þannig að það er svona háð því. Það er náttúrulega mjög mikilvægt að sérstaklega þau eru að taka sýnin, að þau fari rétt í búnaðinn og séu varin og grímurnar réttar á og hlýðar. Og sem betur fer hefur ekki komin eitt smit hjá þeim sem hafa verið að taka sýnin. Þannig að það sýnir að við séum verið varin. Það er náttúrulega alltaf uggandi svona fyrst þegar við vissum ekki vorum að byrja í þessu, hvort að maður væri nægilega varin í þessu. En ég er svona smá áhuggefni hvaða er frekar hátt hlutfall sýktra á Suðurnesjum. Já, búið undanfarnar. Og vera undanfarnar vikur. Búin að vera að koma upp svona hópsýkingar sem betur fyrir eitthvað svona nokkurn veginn náð að ráða við. En það er alltaf svona kannski innbyrðis dreifing. Gerir ykkur vonir það að á einhvern tímann á næstu mánuðum þá munið þið bara hætta þessu? Já. Við vonum það. Já. Það má búast við við verðum náttúrulega eitthvað fram til ári. En hversu lengi vitum við ekki alveg. Við erum bara undirbúin fyrir það. Eftir að framlínufólki hafði verið sprautað var farið á hjúkrunarheimili í Reykjanesbæ og Grindavík. Fyrsti almenni Suðurnesjamaðurinn sem fékk sprautu var María Arnlaugsdóttir en hún er elsti núlifandi íbúi svæðisins. Hún fékk sprautu á síðasta degi ársins en hún var 99 ára í fyrra. Nú er hún komin á 100. aldursár og verður 100 ára í júní næstkomandi. Finnst þið skrítið að vera að fá sprautu? Nei, eiginlega
eiginlega ekki, maður þakka bara fyrir ef það gerir ykkur gagn. Það bara svoleiðis. Ertu ekki smá stolt að vera fyrsti Suðurnesjamaður sem fær sprautu? Ég fyrsti Suðurnesjamaður? Já, svona fyrir utan nokkra heilbrigðisstarfsmenn hérna niður á HSS, þá ert þú fyrst. Já. Þeir fóru held ég og kíktu bara á aldurslistan og völdu heiðursborgara Suðurnesja sem að verða 100 ára og núna fljótlega það ekki? Í júní. Í júní, já. Já. Og hvernig heilsan búin að vera? Hún hefur verið, ég má þakka fyrir hvað ég hef haft góða heilsu. Ég hef fengið svona slemsku, en það gerir ekki til. Búin að eiga ágæta stundir hérna á Hlevangi? Jú. Þetta ljómandi að vera hérna. Hvenær fluttum? Þú sagði mér áðan að þú hefði komið til Suðurnesja hérna fyrir mörgum árum síðan. Já, 1943. Búin að vera hérna síðan. Bólusetning gekk vel á hjúkrunarheimilinu Hlevangi sem Hrafnista rekur en þaðan lá leiðin á Nesvelli, annað hjúkrunarheimili Hrafnistu í Reykjanesbæ. Þar beið okkar Jón Íslefsson, fyrrverandi bankastjóri Útvegsbankans í Keflavík. Hann 91 árs en hress og kátur og var til í stungu. Þá bara lyftum við hérna upp. Svo bara klípi hérna að síði. Það kemur stunga. Svo kemur þessi smá þrýstingur. Allt í lagi. Á hér skála? Skál. Skál fyrir merkilegum degi. Já. Sveina fór djúsinn og hann fann brauðið. Ég held mér þess að ég fá mig bara að sjópa á djúsinn. Það ótt að segja að Reykjanesi sé í sviðsljósunu þessa dagana og þá ágætt að nýta tækjafærið og koma boðskap á framfæri. Gosið í Eyjafjallajökli kom Íslandi heldur betur á heimskortið og athyglin hefur sannlega verið á Reykjanesinu síðustu vikurnar. Frá árinu 2018 hefur Reykjanes jarðvangur þróað talsmenn fyrir Reykjanes. Það veröld vættanna. Markmiðið að koma upplýsingum og fróðuleika á framfæri við yngstu kynslóðina. Bættirnir koma til með að auðvelda öll samskipti við börn og auka þannig náttúrulæsi, staðar vitund þeirra, þekkingu á umhverfismálum og hvetja til hreyfingar og útivistar. Í vikunni afhentu forráðamenn jarðvangsins eða Reykjanes UNESCO Global Geopark og Markastofu Reykjanes, börnum í 1. til 3. bekk grunnskóla á Suðurnesjum, bókina sem og litabók. Það var auðvitað við hæfi að hefja afhendinguna í Grindavík. Þá gáfu sömu aðilar nýlega út glæsilega bók Reykjanesi með ljósmyndum og texta menningu og sögu þess. Þið búin að vera hrædd í jarðskjálftanum? Nei. Ekki? Ekki hrædd í jarðskjálftanum? Nei. Það náttúrulega ekki. Pínur hræddur. En þú Gabriel, hvernig þér liðið? Mjög hræddur. Ertu búin að vera mjög hræddur? Af hverju? Ég veit ekki. En manstu, þú sagðir að þú væri pínu hættur að vera hræddur. Já. Ég fór til læknis í gær. Já, gott hjá þér. En var ekki afiðin líka að segja þér eitthvað með húsin og svona? Jú. Já. Og þarft ekki að vera hræddur? Nei. Varstu að hjálpa til við að gera bókina? Já. Hvernig? Pabbi var líka svolítið að hjálpa. Hann kom með hugmyndina og sagði mér að búa til bókina. Ert þú búin að fara allt Reykjanes? Já. Og hvað flottasti staðurinn? Mér stela brúa milli heimsálfa. Brúa milli heimsálfa? Já. Já, það flotti staður. Þetta svolítið flott bók? Já. Áhugi Íslendinga og útlendinga á þessu gosi gríðar mikill og daglega hafa mörg 100 manns sótt gosið heim í brekkuna í Geldingadölum. Flestir gangandi en margir á öðrum farartækjum. Meðal annars margir í 50.000 króna flugferðum á mann með þyrlum að gosinu. Sigurður Óli Hilmarsson hjá fyrirtækinu Fjórhjóla ævintýrum í Grindavík renndi með víkufréttamenn í svokölluðum buggy-bíl og við ókum eftir Suðurstrandarveginum þar sem sjá mátti 100 bíla í kantinum og fólk á ferðinni, ýmist frá eða að gosi.
Við fórum ekki eftir stikuðu gönguleiðinni heldur í gegnum Merardali og jú, það var magnað. Já, það er magnað að vera komin hingað í Geldingadæli, hreint ótrúleg sjón. Eftir 5 daga er ekkert lát á gosinu og nú er komin hérna, já, hreinlega eldborg, margra tuga metra há. Það Sigurður, hvernig þú varst hérna fljótlega eftir að gosi hófst, það er mikill munur að sjá núna 5 dögum síðar? Já, ég kom hérna í birtuskýlunum á sunnudagskvöld og þá var þetta 20 metra lægra og fossinn rann hérna niður hlíðina og þá glóði allt gilið hérna. Og mér sýnir svona hægt og bítandi þetta vera að fyllast upp og þetta fer að renna hérna yfir í Merardalina. En þetta er stórkostleg sjón og upplifun sem að fólk á að fara varlega í kringum. En þetta er eitthvað til að skoða og fara sér bara varlega. Og þú sem Grindvíkingur, er þetta eitthvað sem þú varst að bíða eftir? Já og nei, það voru búin að vera miklar hræringar og við fundum vel fyrir skjálftunum hann í 3 vikur. En svo vorum við eiginlega komin í dvala og þetta kom eiginlega bara öllum og óvart. Við vorum svona, fundum ekki að vera skjálftan ef við verið yfir 4 og allir orðin bara svona tiltölulega chill yfir þessu sko. En það gat alltaf farið upp. Hvar það færi upp, það gat verið hérna í nátthaganum eða hérna, það vissi enginn. En mér fannst þetta koma svona bara hreinlega aftan að öllum. En samt ákveðin fegileiki svona allavega hjá Grindvíkingu sem hafa náttúrulega fundið langt mest fyrir svona skjálftum að undanförnu? Jú, þetta er öryggi, þetta er á góðum stað fyrir okkur og skjálftarnir eru hættir, allavega í bili. En sagan, hún getur líka sagt okkur það að þetta getur staðið lengi yfir. Það eru búin að vera gos hérna vestan við okkur sem að stóðu í 1219, 20 til 27. Þannig að sagan er alveg til hérna að gos standi lengi yfir. Og þetta getur verið hrina núna ykkur ára eða mánaða. Jarðfræðingarnir, þetta er erfitt en hérna, þetta getur líka verið búið á morgun. Heilsuefling eldri borgara á Suðurnesjum hefur gengið afar vel og líka vakið athygli. Dr. Janus Guðlaugsson hefur unnið frumkvöðla starf í heilsueflingu 65 ára og eldri með góðum árangri og hann fekk sinn stóra hóp sem stundar heilsueflingu í Reykjanesbæ í salinn í upphafi vikunar. Ekki fleiri en 21 með teygju að vopni og 2 metra á milli. Janus, þú hófst leikinn hérna með heilsueflingu meðal heldri eða eldri borgara hér í Reykjanesbæ 2017 og hvernig hefur þetta gengið? Þetta hefur bara gengið einstaklega vel og ég verði eiginlega þakklátur fyrir það traust sem okkur hefur verið sýnt og bara þakkir til bæði bæjarstjórnar og samfélagsins sem hve vel tekið á móti okkur og við sjáum núna að það er ákveðnir hluti sem að skila sér afskaplega vel og við erum búin að mæla þetta reglulega, semst mælum á 6 mánaða fresti. Það sem við erum að sjá, kannski sem stendur kannski upp úr er að heilsu tengd lífsgæði, þau er að eflast með hverju mánuði sem líður eða hverju mælingu sem líður. Þannig að það er afskaplega gott að sjá þá niðurstöðu. Þú hefur miðað þetta við 65 ára og eldri, hvers vegna er það? Akkur er ekki 60 eða 50, hvað er það sem þú ert að miða við þarna? Við erum að taka svolítið sjónarmið af Evrópusambandinu og þar eru áherslupunktar í kringum 65 ára aldurinn. Þetta er svona ákveðin aldursmörk í lífinu, þar sem menn er kannski að hverfa vinnumarkaði og hvað tekur þá við? Þó svo að ég er þeirra skoðunar að við eigum að fá að vinna eins lengi eins og við kærum okkur því að það hefur skerpir á heilastarfseminni að halda sér við ákveðið efni og vinnu. En einnig líka að eftir 60 þá verður svona ákveðið hrun við getum sagt bara hrun í lífsferlinu. Við förum að sækja á okkur meiri fitu, það safnast á okkur meiri fita, við stirnum meira, hjarta- og æðakerfið stífnar svolítið og blóðþrýstingur hækkar. Og svo það sem kannski einna verst í þessu öldrunarferli er að vöðvarýrnun á sér stað og
og við erum að tapa eftir svona 60-65 ára aldur, þá erum við að tapa 10% af vöðvamassa á hverjum áratug. Árin á undan, semst frá 25 til 30 fram að 50-55 ára aldri, þá erum við að tapa svona 15% af vöðvamassa. Þannig það kemur svona ansi kröftugt fall, en það svo auðvelt að snúa þessu til betri vegar og auka lífsgæði eða halda þeim við á þessum árum með einföldum í rauninni einföldum aðgerðum. Ég heyri alveg samt að þið eru með gott prógram. Já. Ég er að Þið eru með gott prógram, sagði Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra við dúettinn Heiður, sem var að fara að spila á útskrift í Keili, en hún heimsótti Suðurnesin nýlega, þar sem hún skoðaði menntastofnanir og ræddi við bæjarstjórnir Reykjanesbæjar og Grindavíkur atvinnumál, jarðhræringar og fleira. Þá heimsótti hún Stapaskóla, nýjasta og fullkomnasta grunnskóla landsins, en hann opnaði nýlega í innri Njarðvík. Katrín hefur verið ötull stuðningsmaður Keilis, háskóla samfélagsins á Ásbrú, allt frá því hún var menntamálaráðherra, og þar fékk hún í heimsókn sinni fréttir úr fjölbreyttu starfi, meðal annars góðu gengi í tölvuleikjafræðum og flugnámi, en fjórðungur atvinnuflugnema eru konur. Hún heimsótti líka samband sveitarfélaga á Suðurnesjum og fékk stöðumat á fjölmörgum verkefnum sem sett hafa verið í ganga á Suðurnesjum til stuðnings atvinnulífinu á erfiðum tímum í COVID. Hver þín upplifun eftir þessa stuttu ferðina í dag? Já, það auðvitað, sko þessi ferð var nú upphaflega skipulögð ekki vegna jarðhræringa heldur vegna atvinnumála og það auðvitað stóra málið á öllu svæðinu, það atvinnuástandið og við vorum að fara yfir það líka. Ég var að fara yfir þau mál með bæjarstjórninni í Reykjanesbæ og leið og við vitum að þetta ástand varir ekki eilífið, þetta COVID-ástand og það eru bjartari tímar framundan þegar flugrestur og ferðaþjónusta tekur við sér, þá skiptir líka máli að við höldum þetta út þangað til, þannig að við vorum aðeins að fara yfir þau mál, bæði fjárfestingar á svæðinu, vinnumarkaðsaðgerðir og menntatækifæri. Heimsóttum Keili sem eru þetta einstaklega gaman að heimsækja og ég fylgst með þeim skóla alveg síðan ég var menntamálaráðherra og það var skemmtilegt að koma þangað. Margt mjög áhugavert í gangi í Keili. Já, þau eru óhrædd fyrir að hugsa út fyrir boxið og hugsa skólastarf upp á nýtt og ég hef mikla trú á þessu starfi sem í gangi þar. Úlfar Lúðvíksson tók við starfi lögreglustjóra á Suðurnesjum fyrir hálfu ári síðan. Við hittum hann fyrr í vetur þegar jarðskjálftar gekk yfir Reykjanesið. Nú ert þú nýkomin til starfa hérna á Suðurnesjum og ert nú búin að vera hérna í smá tíma. Hvernig leggst þetta í því og hvernig finnst þér? Þetta leggst bara ljómandi vel í mig. Ég er búin að vera hérna núna á 4. mánuð og það sem ég sé þetta bara einu varla lið. Þetta stór vinnustöður og hann vel búinn og mikil og góð þekking hjá embættinu. Og embættið auðvitað, það einstakt á landsvísu, þess að í þessu umdæmi eða hjá þessu embætti búum við það að vera með alþjóðaflugvöll og þeir eru nú ekki margir á Íslandi. Þannig að embættið er einstakt og ég segi ákjósanleg og vinnustöða fyrir unga eða upprennandi lögreglumenn að byrja hér hjá okkur. En þetta hlýtur að vera þetta þá svona alltaf því tvískipt starfsemi því sem þurfa að sinna niður fyrir utan flugvöllinn og síðan í flugstöðinu og við flugvöllinn. Klárlega, við erum þetta með landamæra vörslu í flugstöð og skiptir þessa þjóðalega gríðarlega miklu máli að það sé haldið vel á málum þar. Þannig já, sannarlega þá þessi starfsemi tvískipt. En starfsemin í flugstöðinni ég hef áhuga að við kíkjum þar seinna, en starfsemin í flugstöðinni, nú í kófinu þá náttúrulega datt allt flug niður og annað. Var það eitthvað breyting á ykkar hugum, hvað það var þar? Það má alveg segja, alveg klárlega. Okkar mannskapur í flugstöð
og þá fyrst og síðast landamæraverðir bara fóru til annarra starfa og hafa komið að smitrakningu, smitvörnum á tímum COVID og í samstarfi þá við almannavarnadeild ríkislögreglustjóra og landlæknisembættisins. Það gríðarlega skemmtilegt verkefni en alveg klárlega ekki það sem að starf landamæra var hugsað í upphafi en svona breytast hlutir. 5-10 ára stelpur í 4. bekk í Holtaskóla í Reykjanesbæ gerðu sér lítið fyrir og söfnuðu rúmlega 50.000 krónum sem þær vildu að rynnu til fátækra fjölskyldna. Þær færðu Rauða kross-deildinni á Suðurnesjum upphæðina en aldrei fyrr hafa krakkar komið með svona háa upphæð. Hefð er fyrir því að birta ljósmynd af ungum söfnurum eftir tombólur en þessar dömur vildu komast í sjónvarpið og við vorum sammála því. Jæja stelpur, 10 ára stelpur að safna pening fyrir Rauða krossin og þið söfnuðu fullt af peningum? Já. Hvað mikið? 50.500. Hvernig fóruð þið eiginlega að því? Við byrjuðum að hugsa til að ég fátæka fólkin sem átti engan pening og þau þurftu. Já, en hvar fenguðu allar þessa peninga? Við stundum löbbuðum í hús og við fórum líka í Nettó með þetta hér skilti. Og gekk kannski best það? Já, ég myndi kannski segja það. Fólki sem var að versla í Nettó, var það gott? Já. Já. Allir með opið veski handa ykkur? Ekki allir, það var flestir með kort. Já, og hvað gerðu þið þá? Það bara sagði við alltaf læg. Senduðu ekkert fólki bara í hraðbanka? Nei. Nei. Það fór Fólki í hraðbankan og náði peninga? Ég minnist bara að fór einn. Já. Hvað getur sagt okkur þessa skemmtilegu nýjung hérna, Hopp Reykjanesbæ? Þetta bara búið að vera frábært í Reykjavík og þess vegna erum við að opna þetta í sveitafélögum viðsvegar Ísland, búin að opna á Akureyri, Vestmannaeyjum og núna Reykjanesbæ. Og við erum að opna þetta með 50 rafskútum. Það hann Jobbi, Jósef Fein, sem að opna þetta íbúið í Keflavík. Og við bara hlökkum mikið til að sjá hvernig þetta gengur. Hvernig gerist þetta svona í praxís? Þetta bara að rjúka á næsta hjól og segja okkur aðeins frá því? Já, þú byrjar á því að sækja app, bara Hopp appið, bæði fyrir Android og iPhone. Og þú skráir inn símanúmer og kortaupplýsingar, ferði í gegnum smá svona uppsetningaferli þar sem að þú staðfestir að þú sért orðinn 18, að þú sért ekki undir áhrifum áfengis og fleira, kennir þér hvernig þú að nota. Það má til dæmis ekki nota þetta á götum en þú mátt vera á svo gangstígum. Og síðan bara kosta 100 krónur að byrja ferðina og 30 krónur mínútan eftir það og síðan bara hoppar Við erum búin að setja upp þjónustusvæði sem nær yfir Ásbrú, Innri og Ytri Njarðvík og Keflavík. Þannig getur hoppað þarna á milli og lagt hjólinu bara þegar ferðin búin, hvar sem Ef þú leggur utan þjónustusvæðis þá þarf að greiða 2000 króna gjald fyrir það en það bara gerist. Kjartan, hvernig líst þér á þetta? Mér líst vel á það. Ég prófa að fara í hring og þetta er ekki flókið en ég held að sé full ástæða til þess að fara mjög varlega. Það er náttúrulega slysahætta þessu eins og öðrum samgöngum, bæði reiðhjólum og bílum og öðru, þannig að maður bara fara varlega. Þetta er náttúrulega bæjarfélagið í Reykjanesbæ er mjög langt, þannig að þetta kannski hentar ágætlega hérna. Já, ég var einmitt að spyrja að því, dragnin á þessum hjólum er alltaf 40-45 kílómetrar, þannig sé væri nú hægt að fara til Grindavíkur og taka annað hjól tilbaka þaðan eða tala ekki Hafnarfjörð. En maður á klárlega að komast Reykjanesbæ endan á milli á svona hjóli ef það er full hlaðið. Tómas, það er nú við hæfi að við tillum okkur hérna niðri hjá Skessuhelli í Keflavík, Reykjanesbæ. Og þú kannast eitthvað við þig hér. Þú komst eitthvað nálægt þessu. Já, þetta var mjög skemmtilegt verkefni. Þetta er svona einmitt dæmi þegar er endurnýtt það sem að fellur til. Þetta er náttúrulega grjótið kemur hérna á Helguvík og allur rekaviðurinn, hann kemur utan á Reykjanesi og vinnuskólinn, þeir hjálpuðu mér að ná í það. Gólfið, það er allt bara blágrýti steinvölur utan á höfnum og þetta var mjög gaman. Já, þannig að þú varst verkefnastjóri yfir þessu verkefni. Þetta er orðið eitt af svona skemmtilegri
dæmum hérna í bæjarfélaginu, sérstaklega fyrir ungdóminn, fyrir krakkana? Já, þetta var mjög skemmtilegt verkefni og það voru allir svo samheldnir að gera þetta vel og ég vil meina það að þetta hafi tekist alveg gríðarlega vel. Krakkarnir koma og heilsa upp á skessuna í hellinum sem að hrýtur hérna inni og hún gefur frá sér ýmis hljóð og með vindverki stundum og... Ég hef nú verið hérna þegar hafa komið krakkar og þau hafa nú farið að skæla, sko. Það svona, þá kannski fór ég aðeins að hugsa, býtu, er þetta ekki alveg nógu barnvænt eða, en auðvitað náttúrulega, þau geta líka að fara að skæla þegar þú ert að lesa fyrir þau. En það vinsælt að koma hérna þegar krakkarnir hætta með snuð og svona, skessan fer að eiga snuðinn. Já, ég man einmitt eftir þegar ég var nú eftirlitsmaður eftir þessu í nokkur ára eftir þetta var byggt og ég man þegar þessi hugmynd kom með snuðið þá hérna. Já, og svo voru jól líka hérna hjá henni og það var, þetta er, og sem betur fyrir þá hefur nú staðist þokkalega svona öll veður af sér. Ég held að hafa nú gefið hérna yfir hana því að torfið fór einhvern tímann á eitthvað flakk á henni. Já, ég ákvað núna áramótin að setja sem áskorun á sjálf á mig að teikna 100 myndir á dag og ein mynd á dag og ég er teiknari en það hefur setið svolítið á hakann hjá mér. Ég hef verið í mörgu öðru, ég er í smíðakennslu, ég er í búningasaum og þannig að teikningin hún hefur setið svolítið á hakann. Þannig að þetta var svona aðalega bara fyrir mig að taka upp blýantinn, teikniblokkina, hafa í sófanum og setjast niður og teikna. Þannig að þú ert vanalega með hamarinn og sauginn á lofti sem smíðakennari í Myllubakkaskóla í Keflavík? Já, það passar. En myndakennari? Já, ég er myndakennari að mennta en starfaði í smíðakennsluna. Þannig að þetta, mér fannst þetta einhvern veginn svona, ég vildi gera meira af þessu og ákvað bara að setja þessa áskorun á sjálf á mig. Fólk setur alls konar áskoranir á nýja ári. En Og þú ert að sýna myndirnar á samfélagsmiðlinum Instagram, eða ekki? Já. Og þegar við erum að hitta hérna, þá ertu búið með 35 myndir. Já. Hvað var þetta svona var þetta nýjárs átak eitthvað bara? Þú byrjar hérna á 13. Já, ég byrjaði á 13. Já, ég bara var búin að hugsa þetta, svo ég sagði, já, ég ætla bara að gera þetta. Ég sagði við dóttur mína, ekki bara hafa þetta í janúar. Nei, það er nú kannski bara svolítið stutt að hafa þetta bara. En ég er mynd 35 og 65 eftir. En það kom eiginlega svona í framhaldinu að setja þetta á Instagram. Það var aðalega fyrir mig að birta þær fyrir mig svo ég gerði þetta. Smá pressa. Já, það er smá pressa og þannig að ég gæti ekki verið að safna upp nokkrum myndir.